Já, ég byrjaði hjá Loftlöðum, ég byrjaði nú að vinna í skýlinu haustið 44. Ég hafði verið til sjós og var þá að safna peningum fyrir flugnáminu og var þar yfir veturinn í flugskýlinu hjá Loftlöðum og fór síðan út til Bandaríkjanna við Tulsa, Oklahoma á Spartan skólan, flugskólan og síðan fór ég til Erie, Pennsylvania og tók þar blindflugsréttindin og kom síðan heim vorið 1945 og þá byrjaði ég strax að vinna aftur hjá Loftlöðum, var ráðinn sem flugmaður og var svona að undirbúa Stinson-vélina sem við notuðum á Síldarleit og ég átti að fljúga henni á Síldarleitin sumarið og þá fór ég með Kristni Olsen norður á Miklavatn þar sem við höfum bækistöð fyrir Síldarleitaflugið og hann tjekkaði mig út þarna á Stinson-vélina, sjóvélina. Ég hef aldrei flogið sjóvél áður og síðan kom haustið þegar Síldarleitin var búin þá kom ég hérna söður og þá byrjaði ég að fljúga Grumman-flugbátum. Svo þróast að þetta, ég var á bæði á Grumman-bátum svo Anson-flugvélum. Svo kom hérna DC-3, byrjaði að fljúga henni og svo síðast þá byrjaði ég þegar Midlandavélin Hekla kom þá var ég kallaður til að mæta, ég var að koma úr flugi hérna innanlands og ég lenti í Reykjavík að þá stóð Heklan þar, skamjastarvélin og farþegar sem að biðu þar fyrir utan húsið, kofana sem voru með og þá kemur Captain Moore, Amerikanir sem hafi tekkað okkur flugmennina út og kemur til mín og segir að ég verði að koma með sér til Kaupmannahafnar því það vanti flugmenn á vélina. Ég sagði, ég hef engi réttind á þessa vél eða eitt eða neitt og ég var alltaf tilbúin í það. Já, við göngum frá því, segir hann. Já, ég segi allt í lagi. Já, við förum hérna nokkrar lendingar. Farþegarnir vorum búin að bíða þarna, úti þá nú gott veður, þetta sumarkvöld, fallegt og þessi við förum í landingar nokkrar dagfunur. Svo fórum við hérna í lofti í Reykjavík og við skutum hérna 3 lendingar. Þarna og þá sagði Captain Moore að nú þetta allt saman tilbúið, nú getum við lagt í hann. En farþegarnir voru að spyrja, hvað var eiginlega að ske? Fór vélinn farin úr lofti og fórum í lendingar þarna. Já, það hefði verið að kenna aðstoða flugmennunum á vélina sem var að með okkur. Og svo þróast það, svo voru skæmasti vélarnar og síðan 6-urnar og svo Monsarnir og svo 8-urnar og svo 10 líka.